Norðlenska kjötið, uppskrift að góðu kvöldi. Við erum stödd á Lambinn í Eyjafjarðarsveit og við ætlum að fræðast aðeins bírtúrs eða bjórtúra. Geturðu sagt okkur aðeins frá því, Kalli? Já, það nú bara með eins og allar góðar hugmyndir nú til dags að þær byrja á Google, sko. Og við tókum eftir því að okkar gestir hérna á veitingastaðnum og gistihúsinu, þeim fannst mikið til þess koma hvað það væri hægt að fá mikið af lokal bjór. Og þó að gestir sem koma úr hinnum stóra heimi séu vanir því að lokal sé kannski í 1000 kilometra radíusi eða eitthvað svoleiðis, þá fannst það náttúrulega alveg ótrúlegt að það skyldu vera hérna 4 brugghús bara í kringu Tröllaskagann. Þannig að ég fór svona aðeins að skoða hvort að það væri einhverjir möguleikar í þessu og þá komst ég að því að bjórferðamennska í heiminum, hún býsna stór. Það eru sérhæfðar ferðaskrifstofur út allan heim sem að bjóða upp á svona bjórferðir. Bæði ferðir á milli landa, margra daga ferðir og síðan líka svona dagsferðir. Og það einmitt það sem við erum að fara að prófa núna í sumar, að það að bjóða upp á dagsferðir, það sem að bjórsmakk og heimsóknir í þessi brugghús eru innifalin. Hverjir eru það sem að sækja í svona ferðir? Það bara hinn almenni ferðamaður í rauninni. Það nefnilega út í heimi að þá kannski pínulítið öðruvísi áfengiskultúr heldur en hérna á Íslandi. Þannig að fólk til í að fara svona smakkferðir án þess endilega að þurfa að drekka sig ölvaða, sko. Og við reynum að blanda inn í þetta líka svona náttúruupplifun og annað. Þannig að þetta sé ekki bara spurning að fara og sturta í sig bjór, heldur sé eitthvað annað svona með líka. Og þar náttúrulega komum við að því að hjá brugghúsunum að þá eru svona misgóðar aðstæður kannski til að taka á móti fólki en á Siglufirði hjá Segul 67 þar rosalega flott móttaka í gamla frystihúsinu þar sem að þeir hafa sína starfsemi. Nú svo opna bjórböðin á Árskógssandi í sumar. Það náttúrulega tilvalin í þetta. Já, alveg gjörsamlega tilvalið og við erum að reyna að búa til upplifun þar líka. Þannig að í kalda Árskógssandi verður ekki bara hefðbundin svona smakkkynning, heldur fær fólk líka að dýfa sér ofan í heitan pott og borða á veitingastaðnum. Og síðan ætlum við að fara niður á Hjalteyri í gömlu síldarverksmiðjurnar þar. Og þar ætlum við að bjóða upp á smakk frá Víking og Einstök. Það er svona kannski meiri rómantík í því heldur en að fara inn til Akureyrar og stökkva þar ofan í eitthvað brugghús. Heldur erum við einmitt til þess að geta aukið á þessa upplifun að þá ákveðum við að fara þangað og smakka líka. Það skemmtilegt. Nú eigum við á Norðurlandi ofsalega mörg brugghús, kannski alveg furðulega mörg. Já, fólki finnst þetta alveg einstakt. Það eru 4 brugghús hérna í kringum Tröllaskagann. Auk þess sem að bjórsetur Íslands á Hólum starfrækt og þar eru þeir sjálfir að brugga bjór og þeir halda bjórhátíð á hverju ári á Hólum sem hefur notið mikilla vinsælda og þannig að það rosalega mikil gerjun í bruggi og brugghúsamenningu hérna á Norðurlandi. Áttu von á því að fá Íslendinga í þessa ferðir? Já, ég meina þetta opið fyrir alla og við viljum endilega bara sem flestir líka komið til þess að kynna sér þessa grósku sem í brugghúsunum og smakki á þeirra afurðum sem eru alveg ótrúlega fjölbreyttar miðað við stærð og náttúrulega miðað við það kannski að okkur var ekki heimilt að drekka bjór fyrir 1989. En nú hafið þið verið að flytja inn hópa í þessar ferðir? Já, þá komum við að þessu með Googlið, þar sem ég talaði áðan. Þegar ég fór að brasa í þessu að skoða bjórferðamennskuna út í heimi, þá valdi ég mér einhverja 5-6 ferðaskrifstofur sem sérhæfa sig í bjórferðum. Og þar á meðal ferðaskrifstofa eða ferðaskipuleggjandi úti í Toronto í Kanada sem heitir Beer Lovers Tour,
sem hefur svona aðalega helgað sig bjórferðum innan Toronto-borgar en hafa líka sent af og til hópa erlendis. Og það var bara, sko, korteri seinna, þá var bara komið svar frá honum Oliver sem þar og það sem hann bara, já, ég hef áhuga. Og það vatt upp á sig og var til þess að í fyrra tókum við á móti 14 manna hóp frá Kanada. Það sem við skipulögðum bara svona hefðbundna náttúru upplifunar skoðunarferð íslenska en með þessu bjórþema. Þar komu þau til dæmis á bjórhátíðina á Hólum, tóku þátt í henni. Og svo smökkuðu þau segulbjórinn inn á Síldarminjasafninu. Þau komu við í Kalda eftir hvalaskoðunarferð, þar sem beðið ostahlaðborð og bjórsmakk. Og síðan buðum við upp á smakk frá einstök í fallegum skógalundi rétt hjá. Þannig að við vorum svona, þetta var svona bjórþemað sko í bara hefðbundinni ferð kannski. Og þetta lukkaðist, þetta var 7 daga ferð og hún lukkaðist svona rosalega vel að það var ákveðið að taka annan hóp inn núna í sumar og bæta við 1 degi. Og síðan ég komin núna í, það alltaf miklu auðveldar að ræða hluti ef það komið reynsla á það. Þannig að nú ég komin í sambandi við fleiri erlenda bjórferðaskrifstofur sem að senda hópa yfir Atlantshafið og út allt í svona bjórferðir og núna bara málið að setja upp einhverja pakka og einhverja hugmyndir. Er einhverjar horfur á að þú ferð að senda hópa tilbaka? Já, við höfum mikinn áhuga á því að þróa þessa bjórferði þannig að Íslendingar geti líka farið annað og farið í svona bjórþemaferðir. En svo erum við með alls konar hugmyndir og þetta er bara byrjunin sko. Norðlenska kjötið, uppskrift að góðu kvöldi.